allar okkar menntastofnanir verða að girða sig í brók og gera betur gera betur svo aðgengi sé öllum opið. Og forseti ræður engu þetta en hann getur talað fyrir því. Góðan daginn, velkomin í kosningasjónvarp Átaks. Ég spyrill hér í dag og svo ég líka stjórnarmaður í Átaki. Hérna Steinunn Ólína sem verður til svara sem forsetaframbjóðandi. Hvers vegna býður þú þig fram til forseta Íslands? Sæl, og fyrst langar mig að segja takk fyrir að bjóða mér í þetta viðtal. Ástæða fyrir því að ég býð mig fram í embætti forseta Íslands svo að það í fyrstu var það þannig að það voru margir sem hvöttu mig til þess. Og það var fólk sem að vill gjarnan að forseti komi úr röðum almennings. Að það sé manneskja sem að ekki sé stjórnmálamanneskja, sem ekki sé úr röðum embættismanna og sem hafi engra viðskipta hagsmuna að gæta. Og að þau töldu að ég gæti verið einhvers konar fulltrúi almennings og líka þá fulltrúi almennings gegn þeim sem ráða og eiga allt í okkar samfélagi ef til þess kemur að eitthvað komi upp á Alþingi sem að gæti verið tvísýnt og stefnt framtíð okkar Íslendinga í hættu. Hvers vegna ætti fólk að kjósa þig? Það ætti að kjósa mig vegna þess að velferð annara skiptir mig miklu máli. Ég hef sjálf gengið í gegnum ýmislegt í lífinu og hef fjölbreytta lífsreynslu og hef starfað á ýmsum vettvangi í íslensku samfélagi og ég get lofað þjóðinni því að hagsmunir landsmanna eru líka mínir hagsmunir. Þannig að ég get alltaf staðið vörðum hagsmuni fólksins í landinu. Vegna þess að ég deili kjörum með fólkinu í landinu. Hvaða málefni mynd þú sem forsetaframbjóðandi leggja mesta áherslu á? Forsetar hafa raunverulega ekki frumkvæðisvald. Það að segja, samkvæmt stjórnarskrá þá mega þeir ekki reka neina stefnu sem að stangast á við það sem að stjórnvöld gera. Forseti þarf kannski fyrst og fremst að geta verið dálítið sjálfslaus og hlustað eftir því hvernig fólkinu í landinu líður. Og eins og ég sagði áðan þá skipta velferðarmál mig miklu máli. Ég lít svo á að undirstaða velferðarsamfélaga sé það að allir upplifi að þeir séu öruggir, að þeir geti leita sér aðstoðar ef þeir þurfa og forseti getur vakið máls á því ef eitthvað í ólagi hvað þetta snertir. Ég persónulega brenn fyrir úrbótum í heilbrigðismálum. Ég persónulega brenn fyrir úrbótum í áfengis- og vímuefna úrræðum fyrir fólk á Íslandi og svo langar mig líka bara til þess að við séum duglegri við að hvetja hvert annað til dáða. Vegna þess að allir í samfélaginu eru mikilvægir. Við höfum öll tilgangi að gegna í samfélaginu, ekki bara þeir sem hafa hæst og þeir sem eru mest ábyrrandi. Það búa hæfileikar í öllum manneskjum og stundum þarf bara eina mannesku til þess að sjá hvað í öðrum býr svo að sú manneskja fá að njóta sín. Þannig að ég myndi vilja hvetja íslenskt samfélag til þess að við styðjum betur við bakið hvert á öðru.
Hvað ætlar þú að berjast fyrir aðgengismálum á Íslandi? Já, ég myndi alltaf gera það vegna þess að ég var svo heppin að fá að vinna einn vetur með Öryrkjabandalaginu og þá kynntist ég öllum aðildafélagunum sem eru þar og ég vann með hverju og einu þeirra og í svona sérverkefni og þá upplifði ég það náttúrulega hversu mikil forréttinda manneskja ég er og lærði svo margt af því að kynnast fólki með ólíkar skerðingar og hversu erfitt líf þeirra getur oft verið. Það liggur núna fyrir hjá stjórnvöldum að festa í lög réttindi fyrir alla og forseti stjórnar ekki lagasetningum á Íslandi en hins vegar getur hann nýtt það sem að heitir málskotsréttur sem þýðir eiginlega bara það að forseti má taka til máls ef hann vill koma einhverju áleiðis annarkvort til fólksins í landinu eða við þingið og auðvitað á að vera jafnt aðgengi fyrir alla í samfélaginu hvort sem það er í lífi eða starfi. Hvernig viltu láta bæta úr aðgengismálum? Forseti getur gert það með því að vekja máls á því þegar að aðgengi er ekki gott. Nú hef ég starfað mikið í leikhúsi og til dæmis hefur ásókn fólks til listnáms, fólks sem að býr við skerðingar til listnáms verið að aukast mjög mikið og allar okkar menntastofnanir verða að girða sig í brók og gera betur svo aðgengi sé öllum opið. Og forseti ræður engu þetta en hann getur talað fyrir því. Er framboðið þitt með upplýsingar þig á auðskildu máli? Já, ég tel svo vera. Ég held það. Hefur þú kynnt þér samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks? Já, það hef ég gert. Og ég er reyndar stór hissa á því að það sé ekki löngu búið að lögfesta það og að Íslenska ríkið sé ekki búið að uppfylla þær skyldur sem að Íslenska ríkið hefur í þeim efnum. Munt þú ráða fatlaðan einstakling í starf á Bessastaði? Ég veit ekki hvort að forseti má ráða mikið á fólki. Á skrifstofu forseta starfar, ég held, 7-8 manns og ég hreinlega veit ekki hvernig það er með ráðningar þess fólks, hvort það er æviráðið eða hvað, ég veit það ekki, en ef þess væri nokkur kostur þá sagði ég ekkert því til fyrirstöðu. Hvernig myndirðu sem forseti berjast fyrir bættum kjörum og hagsmunum fatlaðra á Íslandi? Forseti getur það með því að tala málefni þeirra sem að sitja ekki við sama borð. Hann getur bæði með því að vera vakandi fyrir því hvað er að gerast hjá öllum þjóðfélagshópum og forseti getur kallað til fundar við sig fólk sem getur upplýst hann stöðu þeirra sem að búa við skarðan hlut. Ég ímynda mér að forseti hafi nægan tíma og við erum nú komin inn í nútíman að það ætti að vera hægt að á vef forseta gæti fólk skrifað og sent inn bréf og athugasemdir og látið sinn forseta vita hvað allt sem brennur á þeim svo að forseti geti vitað hvar hann getur lagt hópum og málefnum lið. Minn draumur er að vera söngkona. Hvað myndirðu ráðleggja mér? Ég myndi ráðleggja þér í fyrsta lagi að hlusta mikið á tónlist. Svo myndi ég ráðleggja þér að fara í söngtíma, finna þér einhvern góðan söngkennara og fara í söngtíma.
Ég myndi ráðleggja þér að fara í hugsanlega í eitthvað tónlistanám, læra tónfræði, athuga hvort þú hefði gaman að því að semja tónlist sjálf og já, bara gera eins mikið og þú getur að því að afla þér upplýsinga söng og söngnám. Hvernig söngkonu langar þið til að verða? Svona, bara svona pop-rock eða slis. Já, áttu uppáhald söngkonu? Nei, ég myndi segja, ég var meir svona blandaðan smekk eða slis. Já. En En ertu byrjuð í einhverju söngnámi? ég var einu sinni í hljómsveit á Ok. sinni tíma og hef verið að syngja sjálf heima bara. Já, Þannig að ég hef svolítið grunn. já, og ertu með fallega rödd? Já, ég myndi segja það, já. Finnst þér ekki gaman að syngja? Ég elska að syngja. Ég elska nefnilega að syngja líka. Ég lifi fyrir það, þú veist. Já, en það er nefnilega eitthvað sem gerist inn í manni þegar maður er syngur. Finnurðu það? Mér finnst einhvern veginn eins og það sé svona gott fyrir hjartað þegar maður er að syngja. Já, þú veist, mér finnst eins og, þú veist, að ég verð, þú veist, það er eins og allt sem ég segja, þú syngur, eða þú veist, þú gerir, eða þú veist, sem er segja að þú hana elskir, þú veist, hamingjusum er að því að syngur. Já, Ég syng af því, ég er hamingjusum af því að syng. já, einmitt. Ég skil alveg hvað þú átt við. Það gerir mig líka glaða að syngja og svona færir mér velíðan. Ég syng mikið, mér finnst það skemmtilegt. Já, ég ger það sjálf líka, þú veist, bara heima. Já, Ég var í hljómsveit, eins og ég segi. hvernig er hljómsveit? Svona, við vorum sko 10, 12, svona, hér Plútó eins, Já, en það var hjá hana Fjölmennt. ok. Þannig ég hef, þú veist, reynslu ég að vera í svona kórum að þannig mér En langar hvað er að stoppa þig? Farðu bara í söngtíma. Nú- Findu góðan söngkennara. mér langar til að, þú veist, að fara og vera að syngja sjálfstætt bara einu eftir. Já, þá þarftu bara fara í söngtíma, finna einhvern góðan kennara, æfa upp prógram með einhverju tónlist sem að þú hefur yndi af og svo bara heldurðu tónleika. Finnur einhverja flotta tónlistamenn til að spila með þér. Ég skal hjálpa þér með það. Ég skal hjálpa þér með að finna tónlistamennina. Takk fyrir það. Já, Takk fyrir. takk fyrir að bjóða mér. Komuna.